góðan leik á móti Val þá kannski vonbrigði frammistaðan í dag. Já, hún var bara svo sannlega vonbrigði. Það er bara hárrétt. Hvað svona fór helst úr skorðum hjá okkur? Ég veit ekki, mér finnst bara að koma illa inn í þetta og þó við höfum verið með frumkvæði á leiknum á stigatöflunum eftir korteri þannig í fyrri áleika 11-8 eða eitthvað svoleiðis að við minnir að þá finnst mér samt einhvern veginn bara komin í leikinn soft og ég meina varnarframmistaðan í dag og markvarslan og feilarnir sem vorum að gera og líkamstjáningin sem vorum að senda frá okkur er bara léleg og við náum okkur aldrei út úr því. Nei, og svona byrjunarkaflinn á seinni hálfleik fer kannski endilega með það? Já, bara klárt. Ég meina, ef þú ætlar að mæta svona til leiks þá er mjög erfitt að snúa í leiknum. Þetta er verkefni sem þarf að tækla áður en maður kemur inn í leik. Það eru svona kannski fleiri liður að glíma við og þetta er ungt lið og svona það er kannski skýrir eitthvað að sveiflunum eða hvað? Já, ég get alveg tekið á mig einhverjar sveiflur það sem við þurfum að smyrja okkur betur saman og við getum horft á okkur taktísk atriði sem við þurfum að gera betur en þessi atriði eru atriði sem allir geta gert. Við erum með sterkan leikmannahóp á okkar mati, við eigum að vera með sterkan liðsheild og það eru atriði sem eiga að vera í lagi í hverjum einasta leik þó að við þurfum að smyrja eitthvað taktískt því að það var ekki vandamálið hér í dag að mínum mati. Þannig að það á ekki að breyta neinu? Það á ekki að breyta neinu, en það er allavega eins og ég sé þetta núna strax eftir leik, ef þú horfir á einvíginn sem við töpum 1-1 varnarlega, og svona attitútið í þurfum að tapa boltanum og samvinna, ég veit það ekki, bara allt svona auka baráttulevel sem þarf að vera til staðar var ekki til staðar í dag. Þannig að þið hafið núna 10 daga til þess að koma hlutunum aðeins í lag? Já, og ég meina, þetta er þetta svona. Við vitum það líka að handbolti er bara upp og þetta getur verið brekkur og svo þurfum við bara að finna lausnir og það er bara næsti leikur í þessu og deildin í jöfn og við þurfum bara að vera klárar í verkefni þegar K.A. Þór kemur í heimsókn.